Og þá komið að 5. lið á dagskrá samkeppnishæfni Akureyrarbæjar gagnvart öðrum sveitarfélögum á atvinnumarkaði og það Berglind Ósk Guðmundsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég óskaði eftir umræðum greiningu á samkeppnishæfi sveitarfélagsins þá gagnvart öðrum sveitarfélögum á atvinnumarkaði þá með það markmiði að laða til okkar fyrirtæki og halda þeim sem fyrir eru. Hér var unnin atvinnustefna Akureyrarbæjar 2014 sem ennþá í fullu gildi og mér skilst að eigi bráðlega að endurskoða. Það gott og vel, enda gríðarlega margt í stefnunni sem á bara ekki við lengur. Sú greiningavinna sem ráðast þarf í einmitt grundvöllur þess að hægt að fara í stefnugerð eða gerð sóknaráætlunar fyrir sveitarfélagið í atvinnumálum með uppfærðar upplýsingar í forgrunni. Eitt af markmiðum atvinnustefnunar fyrir árið 2021 var að stuðla að bættri samkeppnishæfni, framförum og þróun vegna aukinnar þekkingar og hærra menntunarstigs. Erum við sannarlega að fylgja þessu markmiði eftir? Þá einnig markmið í stefnunni að greina reglulega framtíðarþarfir menntunar og rannsókna í samhengi við þarfir atvinnulífs á svæðinu og við þurfum einmitt að greina hvar sveitarfélagið staðsett í samanburði við önnur til þess að þróa og setja stefnu með upplýstum hætti þar sem við sjáum fyrir hverja áskorun okkar verða næstu 10 árin. Það mikilvægt að við sjáum hverjir styrkleikar og veikleikar okkar eru svo við vitum hvert við eigum að stefna. Hér á árum áður var hægt að nálgast upplýsingar á heimasíðu Akureyrarbæjar samanburðar á rekstrarumhverfi fyrirtækja á Akureyri og stóru sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu. Vefurinn var kallaður Akureyrarpúls og var ætlaður til að sýna stjórnendum fyrirtækja fram á hverju væru helstu kostir þess að reka fyrirtæki hér í bænum og átti þannig að styrkja atvinnulífið enn frekar. Þar voru dregnar fram upplýsingar fasteignagjöld, hita og rafmagn og þannig háttar og það var gríðarlegt hagræði fyrir þá sem að störfið í bæjarkerfinu að geta fletta þessum upplýsingum upp á svona skilvirkamáta og þá það auðvitað einnig leið til að auka gegnsæi stjórnsýslunar svo bæjarbúar séu eins upplýstir og kostur Eftir því sem ég skoðaði málið betur þá tel ég mikilvægt að útvíkka greininguna frekar til að mín var að fjalla greiningu á atvinnumarkaði á svæðinu en ég tel okkur þurfa að líta til bæði fyrirtækjamarkaðins og íbúðamarkaðar til að greina samkeppnishæfi sveitarfélagsins. Með greiningu þá kannski þessum 4 meginþáttum, það skilvirkni hins opinbera, skilvirkni atvinnulífsins, efnahagslegu frammistöðu og samfélagslega innviði, því allt þarf þetta auðvitað að vinna saman, eins og við vitum, og skilvirkni í opinberri þjónustu leiðir að brotalegum í gangverkni atvinnulífsins, sem leiðir til slakrar frammistöðu og þá auðvitað sterkir samfélagslegir innviðir afleiðingar efnahagslegrar frammistöðu. Við þurfum að ráðast einnig í greiningu á innra umhverfi sveitarfélagsins því að hingað til Akureyrar flytur ekki fólk sem fær ekki pláss fyrir börnin sín í leikskóla, fær ekki húsnæði á leigumarkaði eða þarf að greiða himinháa fasteignagjöld. Það auðvitað mikið áhyggjuefni hversu lítið íbúum fjölgar á Akureyri í ár. Og ég vil gjarnan opna umræðu á þetta mál en það þarf að hafa í huga hvert beina skal málinu svo því verði fylgt eftir. Þetta ekki fyrsta sinn sem þessi umræða greiningu á samkeppnishæfni sveitarfélagsins bæði á fyrirtækjamarkaði og íbúðamarkaði tekin upp, en það ósk mín að þessu máli verði fylgt eftir af krafti. Takk. Bæjarfulltrúi Berglind Ósk Guðmundsdóttir lokið máli sínu og orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að nefna nokkra þætti út frá því sem að bæjarfulltrúi Berglind kom inn á, kannski sérstaklega það sem að varðar þá fyrirtækin. Við þurfum vissulega að huga að okkar stöðu gagnvart nágrannasveitarfélögunum og ekki síður höfuðborgarsvæðinu því að varðandi svæðið hér í kring þá eru hagsmunirnir að miklu leyti sameiginlegir auðvitað þó að það skiptir vissulega máli að krónurnar komi í kassan hjá okkur fyrir fasteignagjöld og ýmislegt fleira útsvar. Grunnþjónustan hérna að mörgu leyti mjög góð. Við horfum á svæðið, höfn, flugvöllur, sjúkrahús, iðnmenntun, stöðugur vinnumarkaður og stoðþjónusta á mörgum sviðum sem góð, svo sem sterkir verktakar, tækniþjónusta af ýmsu tagi og fleira.
og það er gott umhverfi fyrir fjölskyldur þó að vissulega megi gera betur. Og síðan eru nokkur svið sem að þetta hafa verið sérstaklega í umræðunni, til dæmis frambúðar raforku hérna við Eyjafjörð sem að hefur verið í ólestri bara, ekki hægt að segja annað, í 10 ár, sem hefur dregist að styrkja raforkutengingar hérna inn á svæðið og sérstaklega eru við orðin mjög langveg eftir nýrri línu frá Blöndu til Akureyrar. Vonin núna stendur til að lína austanfrá geti verið tilbúin eftir 3 ár, Hólasandslína, sem að mun bæta mjög mikið. En það er líka áhyggjuefni varðandi raforkuna, það er ekki nóg að koma í línur ef að er engin orka til að senda eftir línunum og það er svona frekar fátt fína drætti hérna á Norðurlandi. Til dæmis gerði verkefnisstjórn í rammaáætlun 3. áfangaráð fyrir því að báða stóru jökulárnar á Mið-Norðurlandi, það er að segja árnar í Skagafirði og svo Skjálfandafljót, yrðu sett í verndarflokk, verndu fyrir orkuframleiðslu þar að segja. Svæðin þá frekar nýtt í annan iðnað, svo sem ferðamannaiðnað. Og svo það samgöngur og flutningar. Akureyrarflugvöllur auðvitað ágætur að mörgu leyti en þar þarf þó að bæta ýmislegt og það sem að snýra fyrirtækjunum kannski má sérstaklega nefna að það vantar betri lóðir fyrir fyrirtæki sem eru þar með þjónustu og vilja auka við hana. Það eru einhverjir möguleikar á að byggja sunnan til á svæðinu en þá eru erfiðleikar með aðkomu. Það eru lóðir sem eru á bak við núverandi flugskýli og svo framvegis. Það hefur líka verið hugsað fyrir rými fyrir lóðir norðan við núverandi bílaplan á flugvellinum en þar þarf miklar fyllingar, mikinn frágang og sömuleiðis þarf þá líka leið frá flugskýlum sem að þar eru byggð og út á núverandi flughlað eða flugbraut. Fleira varðandi samgöngur og flutninga sem að má nefna, það er að þjóðvegur 1 til Reykjavíkur. Hann er auðvitað mjög mikilvægur fyrir alla flutninga að og frá svæðinu og þar höfum við einhverja möguleika á endurbótum. Til dæmis eru ágættir möguleikar á styttaveginn við Húnavelli og svo í Skagafirði. Við Disnes höfum við langtíma áform uppbyggingu hafnar sem að gæfi möguleika á einhvers konar nýjum iðnaði. Og loks vil ég nefna það að það hefur verið svolítil umræða frambúð á lóðum á Akureyri fyrir atvinnufyrirtæki og það eru þrátt fyrir allt núna tilbúnar til úthlutunar það bil 8 eða 10 atvinnulóðir í bænum á ýmsum stöðum en getur að sjálfsögðu verið undir hælinn lagt hvernig það er henta því að þarfir fyrirtækjanna eru mjög mismunandi varðandi stærð, aðkomu að svæði, umhverfi, aðstöðu, svo framvegis. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég byrja á því að þakka Berglindi bæjarfulltrúa fyrir að hafa tekið þetta hér bara inn í umræðuna. Fyrst aðeins að atvinnustefnunni, það var svolítið merkilegt daginn þegar við nokkrir bæjarfulltrúar sátum á að það var verið að kynna stefnur Akureyrarbæjar markvisst og meðal annars var atvinnustefnan tekin fyrir og þá sátum við þar undir nokkrir bæjarfulltrúar og þeir ásamt öðrum starfsmönnum bæjarins og bæjarbúum einhverjum, það sem að verið að fara yfir stefnu sem var frá árinu 2014 og gildi til árið 2021 ef ég maður rétt. Og það var merkilegt í rauninni hversu fljótt sú ágæta stefna hafði úrelst. Einfaldlega vegna þess að í þeirri stefnu vorum við með afskaplega mikla væntingar byggða á þeim tíma á forsendum sem að gerðu ráð fyrir mikil uppbyggingu á Grænlandi, olíuvinnslu norður af Íslandi og fleira og menn höfðu mikla væntingar og sáu hér fram á að okkur myndi fjölga 20.000 á mjög svo skömmum tíma. Þessi atvinnustefna er ekki að ganga eftir og það svona kannski það voru því miður kannski má segja það voru 4 sviðsmyndir sem voru greindar og það var kannski ekki einhver ákvörðun að taka einhver eina stefnuna og fylgin eftir. Það var kannski það sem hefði mátt gagnrýna. Hins vegar það þannig að ég held að það sé nauðsynlegt fyrir okkur og kannski það sem snýr að þessu
og ég bara velti hérna fyrir mér sko hvort að atvinnustefna sérstaklega í að vera okkar, að við að vera með sérstaklega atvinnustefna, þetta er kannski meira hefði viljað skoða hvort við, og ég hef talað fyrir því hvort við ættum að fara í einhverja sviðsmyndagreiningu, hvernig þetta samfélag okkar kemur til með að þróast á næstu árum og áratugum. Vegna þess að það svo margt sem við þurfum að hafa í huga þar. Og eitt af því sem við núna erum til að mynda, var þetta það sem að bæjarfulltrúi Berglind kom inn á, hún hafði áhyggjur af þeirri mannfjöldaþróun eða þeirri fjölgun sem við hafði orðið á þessu ári í íbúum Akureyrarbæjar. Og það eitthvað sem við þurfum að hafa virkilega áhyggjur af og við erum akkurat að láta greina þessa þróun, þar að segja sjá hvernig þetta hefur verið síðustu ár, líka það hvernig þessi íbúasamsetning að breytast, hvað eru að missa frá okkur og hvað að koma hérna inn á svæðið. Við höfum verið að sjá uppbyggingu hér í nágranna sveitarfélögum þar sem hefur verið að bjóða lóðir kannski undir okkar verðskrá eða lægri gatnagerðargjöld og fólk hefur verið að færa sig yfir þessar byggðir hér í kringum okkur og njóta þjónustunar okkar á móti og enn að njóta okkar þjónustu. Það eitthvað sem þetta held ég að við verðum einhvern veginn að skoða og velta fyrir okkur hvernig við sjáum hvernig kemur þetta samfélag hérna við Eyjafjörð og þá Akureyri til með að þróast. Og það hvort að það er hluti að atvinnustefnu eða bara heildarmynd, ég held að við erum svolítið mikið að búa til margar stefnur og ég held að ég hef svona kannski, það verið að fara að endurskoða þessa atvinnustefnu en ég ræddi það á fundum daginn að það væri kannski sniðugt bara að fara frekar þá í einhverja svona sviðsmyndagreiningu og skoða heildarmyndina og hvernig við erum þá samkeppnishæf í framtíðinni sem sveitarfélag. Og það er akkurat það sem við þurfum að hafa pínulítið áhyggjur af eins og kom fram á fjármálaráðstefnunni nú nýverið að þá voru menn að tala það að Akureyri væri ekki sjálfbært sveitarfélag eins og það leit við þessum ágæta manni sem var að reikna út með þeim forsöndu sem hefur verið að gerast hér á liðnum árum og það er eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur. Þannig að það er svona kannski það sem við þurfum að pæla í. Það var líka, bæjarfulltrúi Andri kom inn á það varðandi Hólasandslínuna og við erum akkurat að fara að funda einhverju bæjarfulltrúa á morgun með Landsneti þar sem þeir eru að kynna bæði eru að kynna fyrir skipulagsráð og síðan með verkefnaráði Hólasandslínu næstu skrif og hvernig staða mála er því. Það er komið skýrsla sem liggur nú frammi til á athugasemda fresti og þeir eru að koma að fara aðeins yfir þessa stöðu þessara mála og þeir eru mjög bjartsýnir og vonandi gengur það eftir og þá mun það náttúrulega breyta samkeppni að breyta þessu umhverfi hjá okkur leið og við erum komið með meira raforkuframboð hér inn á Eyjafjarðarsvæði þá munum við klálega vera samkeppnishæfari í ýmissi atvinnuuppbyggingu. Þannig að, og eins líka áttu við, bara svo að það sé sagt, þá áttu við mjög góðan fund með Ísafía í gær og akkurat þetta hefur verið okkar stærsta baráttumál alveg frá árinu 2011 þá hefur við verið að leggja töluverða fjármuni í bæði markaðsstofu Norðurlands og R66 eins og það kallað sem svona til þess að reyna að fá hingað millilandaflug og það langlöp virðist vera að skila árangri og það eitt og sér getur haft töluverða áhrif á þetta svæði okkar hér. Síðan er alltaf málana sem að oft er talað og rætt gjarnan og það er það sem við kannski þurfum að líka að skoða, það er samkeppnishæfni okkar í leikskólamálum og það er eitthvað sem að stærri sveitarfélög minni sveitarfélög kannski geta brugðist við hraðar, það er auðveldar að eiga við þetta þegar færri í minni sveitarfélögum en hins vegar þarna er þetta markmið okkar og er klárt að við ætlum að bæta þjónustu við barnafólk með börn á leikskólaaldri þannig að við munum stefna á því á kjörtímabilinu og það er þetta sem við þurfum að setja okkur markmið í að bæta til þess að gera okkur samkeppnishæfari. En ég þakka aftur fyrir þessa umræðu, hún er góð og við munum klálega, þetta er verkefni okkar að gera Akureyri betri bæ og við munum halda því áfram í samstarfi. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Berglindi fyrir að taka þessa umræðu hérna inn vegna þess að þetta er eitthvað sem er gríðarlega áhugavert að ræða og við þurftum kannski að ræða ennþá betur vegna þess að mínu mati þá erum við bara í tómu rugli í þessum málflokki og til marks það má segja get ég vitnað í formann bæjarráðs sem að tala áðan bæjarfulltrúa Guðmundur Baldvin sem minnst á það hversu fljótt atvinnustefna frá 2014 hefur úrelst.
og ég tek alveg fullkomlega undir það sem bæjarfulltrúi Baldvin kom inn á að það var örugglega ekki sniðugt að gera, það var gerð sviðsmyndagreining en hún var samt ekki gerð, það var ekki valin svo sviðsmynd sem að við viljum fara, það að segja að það var bara gerð greining og varpað 4 mögulegum sviðsmyndum en það var ekki valin sú stefna, hvaða sviðsmynd viljum við og þetta að mínum að til verður að vera grunnur að bara atvinnustefnu og öðrum stefnum, það að segja við þurfum að vita hvert við viljum fara. Það spurt hvernig við getum laðað fyrirtæki hingað. Hér bendi bæjarfulltrúi Andri á að hér nánast allt til alls hvað varðar atvinnulífið, það að segja við höfum náð þeirri stærð að hér að ég held öll svo stoðþjónusta öll svo helsta stoðþjónusta allavega sem að fyrirtæki getur hugsað sér. Þannig að við þurfum kannski að taka einmitt miklu dýpri pælingar hvað þá málið og bæjarfulltrúi Berglind kom inn á þetta íbúar líka, gríðarlega mikilvægur þáttur í rekstri fyrirtækja, vinnuaflið. Og það sem ég held að við þurfum að gera að við þurfum að þegar tala oft hugsa við þurfum að tala við fyrirtækin, hvað vilja fyrirtækin við gerum og þar ég algjörlega ósammála vegna þess að ef þú tala við þá sem að fyrir eru þá nokkuð ljóst og gengur ágætlega þá nokkuð ljóst að þeirra aðilar vilja ekki miklu breyta. Ef við ætlum að hugsa til framtíðar sem ég held að sé algjört lykilatriði og við tölum við og ég man sérstaklega eftir í síðustu alþingiskosningum þá var ótrúlega oft sagt börnin sem eru í grunnskóla núna munu vinna störf sem og ég man ekki eitthvað ákveðið hlutfall að þessum börnum munu vinna störf sem ekkert okkar hefur hugmynd hver eru og ég held að það sé bara alveg rétt við þurfum í alvörunni að fara að ekki bara tala þetta á einhverju svona spari umræðum heldur að vinna út frá þessari hugmynd. Og það auðvitað það sem við að gera, við erum pólitíkusar, við að móta stefnuna og við að vera framsýn og þess vegna segir við ættum frekara svona, að því að það það sem að bæjarfulltrúi Eva bent á, þetta samtal við unga fólki sem átt sér stað á Amtsbókasafninu í dag, það auðvitað mjög mikilvægt af því að það kannski fólk sem að hluta til ágætlega til þess fallið að ímynda sér framtíðina. Við höfum líka bara að spyrja okkur sjálf, bara hvernig viljum við sjá framtíðina og hvernig sjáum við hana fyrir okkur. Ég ætla bara kannski að deila því með ykkur hvernig ég sé framtíðina, hvað varðar atvinnulífið, þá trúi ég því að í framtíðinni þá muni stór hluti fólks fyrst og fremst velja sér búsetukost og það mun taka með sér starfi sitt. Og ég þykist hafa heilmikið fyrir mér í því að þetta sé ekkert vitlaus framtíðarsýn, þetta sé ekki bara því mér langi til að þetta sé svona, heldur sé þetta eitthvað sem að stór hluti fólks mun hafa sem möguleika og mun nýta sér. Þannig að ég held að vera ekkert vitlaust hjá okkur þó að þessi atvinnustefna okkar renni ekki út fyrir eftir 2 ára, 2-3 ára að við bara förum að hugsa næstu stefnu, af því að það allt í lagi að byrja á því áður en hinn rennur út. Og svo lokum þá eitt smáatriði sem samt stórt atriði sem ég held einmitt að geti skipt gríðarlegu máli í okkar atvinnulífi, það Rannís. Og sérstaklega kannski Tækniþróunarsjóðurinn örugglega fleiri. Ég man eftir því þegar ég satt nú í atvinnumálunefnd Akureyrarbæjar og nú ætla ég að segja góðu heilli lögð niður vegna þess að þar voru nú ekki mikil verkefni og bara fínt að færa þau yfir í aðra nefnd. En þar man ég að við ræddum og fengum einhverju svona úttekt á því hversu hátt hlutfall styrkja væri að renna til landsbyggðarinnar. Og það var sláandi lágt hlutfall. Og þá var það líka þannig að þau sem sátu í úthlutunarnefndum það var eingöngu fólk á höfuðborgarsvæðinu. Og þetta var eitthvað sem við töluðum að þyrfti að breyta. Ég átti nú óformlegt samtal í dag við starfsmann hjá Rannís sem hélt nú að þetta væri nú kannski til betri vegar og ég hef sent fyrirspurn á framkvæmdastjóra Rannís þetta en ég fekk nú ekki svar fyrir fundin, ég deilt því með ykkur þegar ég fæði það svar hvernig þetta hefur þróast vegna þess að þetta gríðarlega stórt atriði sem ég held að sú nefnd sem núna með atvinnumálin þar að segja að stjórn Akureyrarstofu ætti að skoða betur.
Já, það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lukki máli sín, næst til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Berglindi fyrir gott innlegg sem að ég tel vera gríðarlega mikilvægt og hef svo sem talað hér nokkur sinnum áður að við þurfum að fara í þessa vinnu. Mér finnst alveg að hafa verið tekið vel í það en svo hefur aldrei verið gert neitt meira. Þannig ég held að það sé bara komið tíma að við gerum þetta markvisst og tökum þetta fyrir og ákveðum hvernig við ætlum að gera þetta því að við höfum rætt það innan Akureyrar að fara í markaðsátak á bænum og áætlað að setja fjármagn í það og hugsanlega að ráða tímabundið starfsfólk í það. En þegar þú ferð af stað í markaðssetningu þá er rosalega mikilvægt að vita hvar þú stendur, að markaðsgreina stöðuna áður en þú ferð af stað. Og hér í kringum aldamót var mjög framsýn bæjarstjórn sem að lagði gríðarlega mikla áherslu á það að hafa álögur lágar og að setja fram opinberlega hverjir væru kostir þess að koma með fyrirtæki hingað til Akureyrar. Því miður var þessari síðu ekki haldið við sem að bæjarfulltrúi Berglind kom inn á sem heitir Akureyrar Púlsinn. Sú síða á þeirri síðu þá gastu bæði sett inn rekstrarforsendur og sett inn hvað það kostaði að vera með fyrirtæki hér í staðinn fyrir að staðsetja því annars staðar á landinu í stórum sveitarfélögum eins og Kópavogi eða Hafnarfirði eða í Reykjavík. Eins voru líka settar upplýsingar það kosti þessa að búa hér á annað heldur og þarna voru líka sett inn þegar fyrirtæki voru að standa sig vel og hvað var að gerast hérna í atvinnulífinu. Ég sakna þessa svolítið og ég átti von á því þegar atvinnumálanefndin var sett hér á síðasta kjörtímabili að hún hugsanlega færi í þessa vegferð og þessa vinnu. En því miður þá er svo nefnd ekki til í dag og atvinnumálafulltrúi ekki starfandi hjá bænum í dag. En við verðum samt sem áður að sinna þessum þætti. Þannig að ég vona að meirihlutinn muni hlusta á þessa bón okkar. Við ákveða að leggja fram bókun í sjálfstæðismenn, ég og Berglind og bæjarfulltrúi Þórhallur, að við óskum eftir því að farið verði í vinnu við að gera samkeppnisgreiningu fyrir Akureyrarbæ til þess að nota til markaðssetningar á bænum bæði á atvinnu og íbúðamarkaði. Þannig að ég vona að nú séu við farin að pressa svo á að þessu verði ýtt í framkvæmd. Eins og ég sagði, ég fann alveg vilja á síðasta kjörtímabili og vissi að bæjarstjóri var farin að leita upplýsinga gamla Akureyrar Púlsinn og en nú er náttúrulega komin nýr bæjarstjóri, þannig ég bara vona að hann taki þetta föstum tökum og við förum í þetta verkefni. En varðandi kannski komið aðeins inn á atvinnustefnuna, rosa flott plagg og mikil vinna í þetta lagt á sínum tíma, en kannski því miður ekki sett þannig fram að það væri auðvelt að fylgja því eftir og auðvitað eins og klárlega hefur komið hér fram að þarna voru settar fram 4 sviðsmyndir og aldrei valin svo vegferð sem ætti að fara í sem er náttúrulega vont. En ég held líka að atvinnumálunum hafði svolítið fyrirfærst á síðasta kjörtímabili því að það kemur þessi atvinnumálanefnd sem á að taka þetta föstum tökum og svo einhvern veginn í lokin fær þannig að hún örugglega mestan tíma að reyna að koma sér inn í málin og síðan þetta komið inn í Akureyrarstofu þannig að þar sem að náttúrulega megin áherslan var orðin á allt annan málaflokk heldur en atvinnumál. Þannig að það svona þarf held ég að fara að hugsa til þess að gefa atvinnumálunum meira rými þar inni. En það sem við þurfum líka svolítið að skilgreina á, mér finnst vanta skilgreiningu á hvaða vinna að vera unnin.
Þegar við megum heldur ekki fara að vinna sömu vinna innan AFI og innan Akureyrarstofu eða þá innan Markaðsstofu Norðurlands. Þannig að ég hef kallað eftir því að við förum aðeins að skilgreina það betur og hluti af því til dæmis að við höfum kallað eftir því að fá starfslýsingar starfsmanna Akureyrarstofu því að eftir skipulagsbreytingarnar þá hefur ýmislegt breyst þar inni þannig að eins og ég segi við þurfum að passa tíma vel að þess ekki margir að vinna sömu vinnuna á nokkrum stöðum. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sinu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Rósa Njálsdóttir. Forseti og ágætir bæjarfulltrúar. Ég vil byrja að þakka Berglindi fyrir gott innlegg. Alltaf þörf umræða og ég tel að mjög mikilvægt að við höldum vel utan atvinnulífið hérna, fyrirtækin sem eru hér fyrir og sérstaklega þau sem að spretta hér upp vilja koma hingað og við þurfum að greiða götu þeirra. Það er ein stofnun hér á Akureyri sem að enginn hefur nefnt hér í dag sem ég tel bara gríðarlega mikilvæga fyrir samfélagið. Það er Háskólinn á Akureyri sem að hefur verið hér síðan 87 og þið getur rétt ímyndað ykkur hvernig mannlífið væri hér í dag ef að háskólinn hefði ekki verið sett niður hér á Akureyri. Hvar væri við þá stödd og hvernig væri mannlífið? Við þurfum að styrkja við háskólan. Við þurfum að styðja við hann, það nám og sækja jafnframt styrki suður. Við gerum þetta náttúrulega ekki ein, við þurfum að biðja ríkið að koma þar að líka. Við erum með verkmenntaskólan hér á Akureyri sem að útskrifa fjölda nemenda hverju ári. Þessi nemendur margir hverju þeir leita suður, erlendis í áframhaldandi nám. Og ef við höfum ekkert að bjóða þeim þegar þau koma eða vilja koma tilbaka, þá getum við ekkert búist við því að þau komi. Þannig að við þurfum líka að gæta því og styðja við háskólann að fleiri námsbrautir verði settar á fót hérna, sem að jú á dagskráni en þetta er mjög mikilvægt að við aukum við verk og tækni námsbrautir hér við háskólann. Mér langar að nefna líka rannsóknarstyrki á vegum háskólans sem að myndi þá tengjast atvinnulífinu. Þetta er eitthvað sem við þurfum líka að hugsa og já, enn og aftur, við þurfum að auka möguleika fólk sem vill koma hingað til Akureyrar að setja sér að hér verði atvinnutækifæri. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Rósa Njálsdóttir lokið máli sinu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eitt af mörgum mikilvægum atriðum að standa samkeppni við önnur sveitarfélög væri að byggja upp nútímalegt og framsækið borgarsamfélag. Þar skiptir uppbygging miðbæjarins miklu máli því bærin þarf að bjóða upp á umhverfi sem laðar að sér vel menntað fólk og leið búa í haginn fyrir atvinnulífið. Og þegar ég tala vel menntað fólk þá tala alls konar menntun, ekki bara skólamenntun. Bæjarfulltrúi Sóley nefndi hérna áðan þá tilgátt að fólk taki með sér störfin sín og þau verði án staðsetningar í framtíðinni. Þá er gríðarlega mikilvægt að við getum mætt þörfum þeirra og boðið upp á vistvænan bæ með alls konar tækifærum og möguleikum fyrir utan allt það sem bæjarfulltrúar Andri og Guðmundur nefndu. Það má því bæta við að skipulagsmál eru þannig einn mikilvægasti þátturinn í framtíð uppbyggingu bæjarins, bæði mannlífs og atvinnulífs. Þannig að þess vegna þarf að fara að koma að miðbæjarskipulaginu frá 2014 sem og þéttingu byggða á Eyrinni og fleiri stöðum á Akureyri. Annars er hætta á að Akureyri verði eftirbátur annarra og íbúaþróun verði ekki í samræmi við það sem annars gæti orðið. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sinu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Kæru bæjarfulltrúar, forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Ég vil þakka Heimi Haraldsinni fyrir að koma hérna upp og vekja máls á miðbæjarskipulaginu. Ég held ég væri einn í þessu liði. Ég er mjög ánægður að heyra að það er einhver í meiri hlutanum sem hefur áhuga á þessu máli. Ég held að það sé alveg rétt hjá Heimi að við þurfum að fara að vinna eftir því miðbæjarskipulagi sem er til staðar eða þá breyta því. Það þarf allavega að gera eitthvað í þessu og fjárhagsáætlunin okkar, hún er ekki alveg í takt við þá hugsun, þannig að ég held að við verðum aðeins að endurskoða það. Við þurfum að fara að úthluta þessum lóðum og koma þessi í byggingarhæft form, þannig að sé að hefja þessa uppbyggingu í miðbænum. Við sjáum hvað er að gerast á Selfossi, þar er áætlað að verði til fleiri 100 störf í kringum þeirra uppbyggingu á þeirra miðbæ. Og ég held að við eigum þarna gríðarlegt tækifæri sem við erum ekki að einblína á. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið málsinu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, þar sem við vorum að breyta samþykktum og við megum fara oftar en tvisvar upp, þá var ég að spá að ná því markmið að vera hérna fjórsunum, en ég ætla að láta þetta duga, vonandi. En það sem ég gleymdi að segja á hann, að hluta af svona markaðsgreiningu er til dæmis að greina álögur okkar á fyrirtæki og íbúa og sú vinna nefnilega nýtist okkur líka sem bæjarfulltrúum að taka ákvarðanir þessar álögur. Því við erum ofta að lenda í því að við erum ekki með þennan samaburð sem er oft gott að hafa. Við eigum einhvern samaburð en við eigum ekki allan og það væri rosa gott fyrir okkur í allir fjárhagsáætlunarvinnu að hafa þetta bara uppfært alltaf fyrir hvert ár og þá samaburð þá aðalega við stóru sveitarfélögin en náttúrulega líka kannski við nær sveitarfélögin en þar sem að því ég var nú hérna í sjónvarpsviðtali í morgun og þar sem við vorum að tala sameiningu sveitarfélaga þá vil ég nú innbrá því að mér finnst vont að við séum kannski í samkeppni við nær sveitarfélögin íbúa, þannig að ég vil frekar líta á okkur saman í samkeppni við höfuðborgarsvæðið og þannig að en samt sem áður er gott fyrir okkur að vita hvað íbúarnar eða hverja álögurnar eru á íbúarna og fyrirtækin hér í kring. Þannig að ég held að sú vinna muni ekki bara gagnast í markaðssetningu heldur líka mjög mikilvæg í þeirri vinnu sem við erum hér árlega sem heitir fjárhagsáætlanagerð. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúi, ég ætlaði nú ekki að koma upp aftur þó ég hefi möguleika að tala fjórusunum en var þó einhver sér að koma upp. Sko, eitt af því sem við þurfum og ég talaði hér á áðan þessi sviðsmyndagreining, það er hægt að fara í alls konar úttektir og velta fyrir sig hinn og þessu samkeppnishæfni okkar og svoleiðis og það er alveg rétt sem að bæjarfulltrúi Eva kom inn á að á sínu tímu fór, eins og hún vildi meina, metnaðarfull bæjarstjórn í svona samanburð á samkeppnishæfni okkar með önnur sveitarfélög og gerði vel í því, kom á þessum Akureyrarbúls á en þessi ágæta bæjarstjórn og bæjarstjórnir sem komu þá og eftir fóru síðan í stórkostlegar miklar uppbyggingar hér í sveitarfélaginu sem að kostar mikla peninga í rekstri þegar til lengri tími litið og það er kannski það sem við þurfum líka að velta fyrir okkur þegar við förum í sviðsmyndagreiningu sem ég vil sjá að við horfum til lengri tíma og þá veltum við fyrir okkur þegar við erum að fara í framkvæmdir að við veltum fyrir okkur hvað slíka framkvæmdir hafa að segja fyrir okkur til lengri tíma bæði jákvætt og neikvætt. Og það er akkurat eins og við erum oft sterkt okkur af hér að það er vissulega rétt að hér í bænum búum við vel af ýmsum mannvirkjum, bæði hvað varða menningu og íþróttir, sérstaklega byggðum við mikið upp á þessum árum sem að bæjarfulltrúi Eva vísaði til, þá byggðum við mikið upp af íþróttamannvirkjum sem er í rauninni í góðri nýtingu hjá okkur í dag og gerir það að verkum að við erum samkeppnishæf að mörgu leyti en hins vegar hefur það líka leitt til þess að það hefur svona kannski þyngst undir fæti í rekstri aðalsjóðs eins og bæjarfulltrúi Eva hefur kunnugt að við höfum svona verið að berjast við rekstur aðalsjóðs í okkar og það er kannski gerað það verkum að við erum bara svolítið ef við förum að horfa til skattlækningar þá erum við eigum kannski erfiðar með svigrúm til þess að lækka bæði tökum sem dæmi útsvarið, við eigum erfiðar með að lækka fasteignagjöldin þó við séum að skoða þann möguleika, við lækkum það á síðasta ári, við höfum verið með
lágar bæði raforku og hitaveitu á þessu svæði samanborið við önnur sveitarfélög, þannig að við svona eigum þessar tölur og það var nú á síðasta bæjarráðsfundi þá var sviðsstjóra fjársýslusvið falið að taka saman þessar tölur svona til þess að við getum borið það saman á íbúðamarkaðinu, hvernig við stæðum. En svo líka þegar við erum að bera okkur saman, þá náttúrulega líka ýmsar breytur sem eru huglægar og erfitt að meta inn í þann samanburð og það til að mynda bara kostnaður fjölskyldufólks við að búa hér versus það í öðru sveitarfélagi. Það getur verið, jú, við erum að kannski borga hærri leikskólagjöld en kannski eru foreldrar að borga meiri peningi að koma börnum til og frá leikskóla og svo framvegis. Þannig að það svo margt sem við þurfum að hafa inni þegar við þurfum að búa til einhvern nákvæma greiningu á einhverjum ákveðnum hlutum. Þá eru bara margir þættir sem við þurfum og kannski það bara verður það til þess að við bætum alltaf í þessa greiningu og reynum að fá alveg heildarmyndina. Það er það sem við þurfum og það er svona kannski sem að ég hefði vilja sjá þegar ég ætla að tala um þessa sviðsmyndagreiningu. Ég átti ágætt spjall við sérfræðing frá KPMG sem hefur unnið þetta fyrir sunnan sem að var á þinginu fjármálastofnun sem hefur unnið þetta og hann var að benda á fleiri aðilar sem hafa verið að vinna svona sviðsmyndagreiningar fyrir sveitarfélög. Að það er kannski eitthvað sem við ættum svona kannski fyrir utan atvinnustefnu að reyna bara átt og gráði hvert ætlum við að stefna og hvernig verður samfélag okkar þarna og þá að gera það raunhæft. Að við séum í rauninni að velta fyrir okkur hvernig eitt stykki ákvörðunum byggingu á þessu hefur áhrif á rekstur til næstu 30-40 ára. Þess að það er ekki bara það að við byggjum ekki eitt stykki hús, setjum starfsemi þar inn, það er ekki bara það að taka þá ákvörðun heldur þurfa að sjá hvernig það fer til framtíðar. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu og bara aðeins til áréttingar að þó við höfum samþykkt breytingar á samþykktinni þá tekur hún ekki gildi fyrir að ráðuneytið hefur staðfesta. En það er enginn búin að fara fram með því, þannig að við erum held ég í góðum málin. Næst ekkert máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er nú bara komið í fyrsta skipti. Mér langaði nú bara aðeins að taka þátt í þessum skemmtilegu umræðum varðandi tækifæri hérna á svæðinu og vissulega er mikilvægt að greina styrkleika og veikleika hér á Akureyri en ég held að það sé ekki síður mikilvægt að horfa á allt svæðið í heild sinni því að öflugur bær hér styrkir líka nærsveitirnar í kring og öfugt. Þannig ég held að vera líka bara mjög mikilvægt að skoða og kanna og styrkleika og veikleika svæðisins í heild sinni. En það sem að bæjarfulltrúi Rósa kom inn á mikilvægi háskólans. Tekið alveg heilshugar undir það og mér langar líka svona kannski að fara inn á það sem hefur ekki verið nefnt hér, það er iðn og verkgreinar. En eina stærstu ákvörðun sem ungt fólk tekur í dag snýr að menntun. En þó að sveigjanleiki til náms hafi aukist mjög mikið á síðustu árum, þá er fólk sannarlega ákveða hvað það vill starfa við í framtíðinni. Í gegnum tíðina hefur verið mikil áhersla á bóknám. En síðustu ár hefur verið aukin umræðum tækifæri sem felast í iðnmenntun og þverfaglegu námi og því er nauðsynlegt að breyta þessu gamaldags viðhorfi að bóknám sé æðra tækni og iðnnámi. Með fjórðu iðnbyltingunni og í ljósi þeirra staðreyndar að mikill fjöldi starfa sem verða til í framtíðinni hafi ekki enn orðið til, hefur mikilvægi aukinnar tækni og iðnmenntunar sjaldan verið meiri. Að mínu mati býr Akureyri mjög vel og er í rauninni kjöraðstöðu hvað varðar verkmenntun. Við erum með öflugan verkmenntaskóla sem veitir góðan undirbúning og þjálfun til starfa á svæðinu. En til þess að hægt sé að halda úti öflugu verknámi þurfum við líka einnig meira fjármagn og viðurkenningu ríkisins á því að iðnnám er mun kostnaðarsamara á hvern nemanda og það fjármagn skilar sér síðar sem samfélagslegur ávinningur af störfunum. Ég tel fjölmörg tækifæri verið í því að styrkja grunninn enn frekar til að mynda með því að tengja nám á framhaldsskólastigi við tækninám í háskóla og horfa mætti meðal annars til þess að koma á fót auknu tækninámi við háskólan hér á Akureyri og þá jafnvel í tengslum við aðra háskóla líkt og gert í tölvunarfræðum. En einnig eru önnur tækifæri til að mynda með því að horfa til tengingar iðnnáms á sviði matvælaframleiðslu við auðlindadeild Háskóla Akureyrar. Þar hljótum við sömuleiðis að líta til þess hversu sterkur landbúnaður og sjávarútvegur er á svæðinu og þau tækifæri sem felast í nýsköpun og menntun tengd matvælaframleiðslu. En það eru fjölmargt fleira sem nefna má í tengslu við matvælaframleiðsluna en eitt af þeim verkefnum sem sveitarfélögin
er að koma að verkefnið Eimur sem ég tel bara mjög mikilvægt og skemmtilegt. En í nokkur ár hafa grunnskólan á Akureyri verið í samstarfi við Verkmenntaskólan á Akureyri valáfanga fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. Grunnskólan nemendur sem velja að inngreina kynningu koma þá einu sinni í viku í Verkmenntaskólan og fá kennslu í inngreinum. Þetta samstarf hefur aukið áhuga grunnskólanema á iðnnámi og opnað augu þeirra fyrir mikilvægi iðn- og tæknináms fyrir nútíma samfélag og framtíðina. En þessa dagana erum við á fræðslusviðinu að skoða enn frekari kennslu og möguleika á kennslu á iðn- og verkgreinum í grunnskólum bæjarins og vonandi muni geta staðið hér innan fárra vikna eða mánaða og upplýsa ykkur betur það. Mér langaði aðeins að koma inn á hérna markaðssetningu því að við sem búum hér á Akureyri áttum okkur á því hvaða lífsins gæði eru hér í bænum. Við erum að veita gríðarlega góða þjónustu og erum sífellt að leitast til við að gera enn betur við bæjarbúin okkar. Þannig að ég myndi halda að góð markaðssetning myndi klárlega skila sér í auknum íbúafjölda því að eins og ég segi, þjónustan er alveg gríðarlega góð þó vissulega megi alltaf gera aðeins betur. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson lokið máli sínu og orðið er laust. Þar sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þá segir þessari umræðu lokið undir þessum lið og bókunin bara stendur bæjarfulltrúi Eva Hrund las hana hér upp, þannig að það er ekki, í henni felst engin tillaga, þannig sem að þarf að bera upp.